Sælverði og verið velkomin í myndband kafla 2.2 vigra. Í MATLAB þá lítum við vigra sem einvíð fylki, annarkvort eitt sinnum n fylki, þar segja ein lína og n dálkar, eða m sinnum eitt fylki, þar segja m línur og eitt dálkur. Og ef við erum með þessu upp að skilgreining á tvívíðum vigri í hnitarúmfræði er einhvern veginn svona, það segir vaff, kannski svona ör yfir, skilgreinum við sem a og b. Og almennar fyrir n víða vigur, það voru bara vaff strik og svo 1, 2, 3, n víðan vigur. Og hérna væri þá vigur í tvívíðu plani og hérna er þá þrívíður í þrívíðu vigur, sýnt myndrænt hérna. Og reyndar er hægt að líta færslur á talnalínu sem vigra. Það sé það bara vigur í einni vídd. En við getum svo sem ekki gert okkur neina góða mynd af fjórvíðum vigri á þessum tvívíða fleti sem við höfum fyrir frá okkur. En skulum aðeins tala aftur vigra í MATLAB. Í MATLAB þá vigurinn sem lítur svona út, það segja 1, 3, þannig sjáum við erum með 3 línur og 1 dálk, bara sama og því sem 1 fylki, þannig þetta er bara fylki með einu dálk. Og við getum skrifað inn bara svona, bara eins og við þekkjum, bara með hotglóð á milli, eða við getum gert off saman sem 1, 2, 3, svona, eða svona ætlaði ég að gera svona. En svo þetta hefur verið komin með saman sem 2, saman sem 1, 2, 3. Þetta er með vigur líka sem er þá 1 lína og 3 dálkar. Hvort vekja er þetta með vigra í MATLAB. Og hvort tvekja hefur nafn. Við tölum dálkvigra og línuvigra. Dálkvirarnir eru þegar við erum með margar línur en 1 dálk. Það er að segja m sinnum 1 fylki. En línuvigrarnir í MATLAB eru 1 sinnum n fylki. Það er að segja 1 lína en margir dálkar. Ef við erum svo komið með 1 sinnum 1 fylki þá tölum við bara tölu sem við höfum séð fyrr. Bara venlega tölur. Það er að segja ef ég geri kannski, við segjum að a er saman sem bara 1, það er bara að tala 1. Þannig að þetta er alltaf fylki svona í grunninn þó að þetta sé bara einn tala. Þannig að sjáum að ef við setjum bara hendina hérna yfir þetta hér og sjáum engan mun á vaff 2 og a ef við setjum hendina fyrir skjön hérna. Og svo bara svona tölum við vigra sem samheiti. Hins vegar að í stærðfræði þegar við tölum vigur þá er það alltaf dálkvigur. Sem gengur svona, eins og sáum hérna. Þannig að þetta er vigur í stærðfræði. Og ef það tala vigra í stærðfræði þá er bara gert ráð fyrir að sé alltaf dálkvigur. Þessi 1 dálkur. Og hérna getur sé bara 2 leiðir, við notum kommuna eins og það sé áður og bíl og stundum og svo líka má nota bíl og kommur sem ég veist persónulega best að gera eins og hér. Kommurnar eins og ég talaði í síðasta myndbandi bara mér finnst það eiga betur við því að önnur tungumál, forritunartungumál eru með þannig og bil bara svona aðeins skýrara. Mér finnst fínt að gefa kóðun alltaf svolítið andrými, auðveldara að lesa og sjá hvað er að ske. Og dálkar er að samanskapi eins og sáum hérna áðan. Í stærðfræði þá tölum við líka punkta. Og punktur í réttindu þrívíðu hnitakerfi er til þess punkturinn P saman sem x, y, z og svigaðutunum og P er nafn punktsins en x, y, z er hnit punktsins. En í MATLAB þá er punktur bara skráður inn í MATLAB á nákvæmlega sama hátt og 1 sinnum 3 talnavegur. Þannig að ef við viljum til að skrá punktin 1,3,5 í MATLAB og þá gerum við 1,3,5. Talnarunur með fáum liðum eru ýmist skrifaðir í MATLAB eins og dálkur eða línuvigur og runa 3 fyrstu 8 talna S saman sem 1, 3 og 5 í MATLAB er bara runan skrifaðir svona. Þannig að punktur með þessu er bara sá að það eru ýmsar leiðir alveg svo tölum upphæði annars kafla og upphæði kafla 2.1. Það eru margar leiðir til þess að tala samsetningu talna í stærðfræði
En þá þurfum við að gæta samhengis af því að þetta lítur allt eins út í MATLAB eða það er ekkert samhengi í geð. Eins og við sjáum hér, punkturinn og talnarunum er skrifið eins inn í MATLAB. Þannig að maður þarf að gæta samræmis og samhengi þegar maður er að skrifa inn. Og stutt samantekt bara, 1 sinnum n fylki er línuvegur, það sé ein lína, og m sinnum 1 fylki, það er dálkur, einn dálkur. Eitt sem að mun gagnast okkur mikið er að ef við erum með línuvegur, þá getum við gert það að dálkveri með að gera svona a, koma. Þannig að við skoðum hérna, þessi VAF2, tökum við þetta hérna, sjáu, það er ein lína, þannig að þetta er þá línuvegur. Svo við gerum svona einföld gæslöpp. Ef við gerum bíl hérna, sjáum við að þetta kemur svona eins og séu gerist stafi. En einföld gæslöpp og í endur núna þá er búið að snúa hana svona við. Og þetta heitir í MATLAB og í stærðfræði bylting. Við tölum að bylta vegrinum. Tökum við svona í efsta horni hérna, við hugsaum þetta kannski hérna. Tökum hérna efra hornið hérna uppi og neðra hornið hérna niðri og tökum flettuðum við. Þannig að flettuðum við þannig að við fáum þannig að þetta víxlast upp og þetta víxlast niður. Þetta er kannski meikar minn sens ef við erum með vigra en við getum líka gert þetta við fylki og við tölum að bylta fylki. Hérna getur sko sýnindæmi 2.7 í MATLAB að nota byltingavirkjan, við tölum byltingavirkjan hérna til þess að bylta fylkinu A og skulum þá bara gera það hérna clear, close all og A átt að heit töluna 4, 5 og 6 og skulum bara prenta það út og prentum út líka A-byld. Þetta var að skýra það eitthvað. Nei, en hér er það gert. Bara command ditto. Hérna, hvað það lesa, sýnindæmi 2.7. Svo ég keyri hérna. Þá getum við séð hvernig byltingin á sér stað hérna. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og svo ímyndum við höldum í ásinn og höldum í 6-unni og snúið niður hérna. Ásinn verður á sama stað og 6-an verður líka neðst og lengst til hægri. Fjarkinn er komin upp hérna, tvisturinn niður, 5-an er komin upp. Það getum ímyndað okkur að við tökum fylkið, snúið í og lögum svo stafina hann eða snúið rétt. Og þristurinn hann er komin hérna niður fyrir. Og 6-an tógast hérna niður. Ef að víddirnar eru ekki þær sömu þá tógast þetta niður. Ok. Og hérna skulum við skilgreina byltingu. Bylting. Ef að A, saman sem A, J, K er M sinnum N fylki, þá skilgreinist aðgerðin transpose af jöfnunni. Transpose af A, J, K verður saman sem A, K, J. Og aðgerðin transpose kallast bylting. Fylkið transpose af A er N sinnum N fylki. Þannig það getur ég að víxlast hérna á og getum séð það hérna líka í MATLAB. Við vorum hérna með einar 2 línur en núna erum við með 3 dálka en núna erum við með 3 dálka og 2 línur. Þannig að fjöldi lína og fjöldi dálka skiptist á og köllust byltafylki A eða A-bylt. Svo er búið að skilgreina styttartáknmál í stærðfræði, þá setjum við svona svo T hérna á A og það þýðir að við séum búin að bylta fylkinu A. Og við getum að skoða hérna og tala um að sætin víxluðust. Okay? 1,1 verður þá 1,1, hérna erum við 1,2 og það verður 2,1 og hérna verður 1,3 og það verður 3,1. Nú erum við komin í línu 2 dálk 1 og það verður þá að línu 1 dálki 2. 2, 2 verður 2, 2 óbreytt og hérna fáum við línu 2 dálkur 3 fyrir í línu 3 dálk 2. Og þegar við höfum aðeins pælt í þessu þá getum við auðveldlega svarað þessu hér. Ef A er fylki og talan 5 er í sæti 1, 3, það er að segja A af
1,3 er sama sem 5, í hvað sæti er talan 5 í fylkinu A-bilt? Nú, miðað við það sem við vorum að skoða, þá hlýtur þetta að vera, samkvæmt skilgreiningu, að stakið í A1,3 bilt verður sama og stak 3,1 í nýja fylkinu. Og til að sjá þetta skýra, þá getum við búið til dæmis til eitthvað fylki og við höfum bara áhuga á stakinu í sæti 1, 3, þannig að allt annað má vera 0. Þá getum við séð við biltunni, þá kemur það í þriðju línu, fyrsta dálk. Og við getum prófað að búa þetta til hérna. Close all 0, 0, 5, 0 og svo kom 0, 0, 0, 0. Svo byltum við það. Þannig að það sem var í línu 1, dálki 3, fer í línu 3, dálk 1. Já, og einnig til líka fallið transpose A. Og í MATLAB þá er þetta nákvæmlega sama byltingavirkin og fallið transpose gera nákvæmlega sama ef að stökin í A eru rauntölur eða textabreytur. En hins vegar ef að stökin í A eru tvinntölur eða mögulega táknbreytur, stundum kallað simsbreytur, þá notum við hvorki tvinntöluna táknbreytur í þessum kafla og þurfum svo sem ekki að sérstaklega áhyggjur af því. En það er gott að vita af því og kannski geyma þessu upplýsingar að bak við eyrað. Ef það kemur eitthvað sem maður á ekki von á, þá getur vel verið að sé betra að nota eitthvað annað. Ok, búið til lítið fylki í A og athugið hvort eftirfarandi fullyrðing haldi. Í MATLAB er A byltina sama og transpose af A ef stökin í A eru rauntölur. Skulum svo sem bara horfa að þetta. Hérna erum við fylki A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A bylt 1 jafngildir transpose af A og A bylt 2 er þá A bylt og sannprófum hérna. A bylt 1 er það sama og A bylt 2. MATLAB segir já. Að minnsta kosti fyrir þessa tölur. Og við getum þetta var sýnda með 28. Og við getum clear close all. Við getum búið til það kynna eitthvað fyrir nýju falli hérna. Við þurfum ekki að spá sérstaklega í því, en ef við tökum eitthvað falli sem heitir randi hérna og við ætlum að segja að stærsta talan á vera 100 og við ætlum að fá tvisvar sinnum 4 fylki. Það sem þetta fall gerir er að við getum sett inn 2 vigra, nú getum við talað um vigra, það er svona hólkláfa. Fyrir vigurinn gefur þá stærstu og minnstu tölu, eða minnstu og stærstu tölu skulle ég segja, en ef þetta er bara 1 stakk, ef þessum vigri er bara 1 stakk, ekki 2, þá er minnsta talan 1. Og svo er seinni vigurinn það þá stærðin, línuna og svo dálkur. 2 línur, 4 dálkur. Við getum prófað þetta aftur. A bylt 1 það var transpose af A og A bylt 2 þá getum við gert bara A bylt og próf A bylt 2 er það sama og A bylt 1 og við keyrum kóðan sjá að fylki breytist 96, 16, 96, 81, 97, 98, 40 og 15. Þannig að þetta fórhund að sjá þessu 4 tölurna sem byrja á 90 eða það að þetta séu alla mögulega tölur frá 1 upp 100, það eru 100 valmöguleikar en notum bara 8. Þessi 96 kemur til þessum fyrir. Keirum aftur, við komum nýtt fylki, 43, 80, 66, 85, 92, 96, 4, 94, byltum og þetta er alltaf sama. Randi, þetta stendur fyrir random integer. Þannig að fá með hendáskenda heiltölu, svo gefið bilið sem heiltöluðan er að vera og stærðina á vigrunum eða fylkinu sem við fyrir að fá út. Í þessu tilviki er þetta fylki af því að við erum ekki með einn í öðru hvoru sætinu. Gaman að nýta svona tækifæri til þess að kynna líka nýja hluti.
Næsta regla svo sem ekki mjög fyrirferðarmikil, en ef við tökum eitthvað fylki og byltum því aftur, þá fáum við sama fylki og við byrjum með tilbaka. Við þurfum svo ekki að hafa stórlega ráðgerðaði hér, en það ágætt að hafa séð það, og þetta kannski mest beitt í almennu fylkjareikningi þegar við förum að vinna í svoleiðis. Hvernig sjáum við A, búin til eitthvað fylki, ef að bylta þessu í tvennulagi. Skulum gera það. Clear, fylki, close all, búin til fylki hérna, búin til eitthvað nýtt fylki. Og svo 7. Getur ekki sagt mér hvað þessar tölur sameiginlegt. Hér sléttala, þetta ekki allt saman sléttölur. Hér oddatala, þetta ekki sléttala, þetta ekki allt oddatölur, þetta oddatölur, þetta ekki allt sléttatölur. Þetta ekki bara oddatölur, þetta frumtölur, allt frumtölur í réttri röð. Og ef við prófum að byltum, sjá A-bylt og A-bylt, sem A-bylt, A lítur svona út, A-bylt lítur svona út og A-bylt lítur svona út, þannig að byltu byltingunni. Ok, sýnið þeim 2.10. Vinnum okkur í gegnum það. Clear, close all. Skilgrein línuvirðin 8, 9, 7, 5 í MATLAB. A er saman sem 8, 9, 7 og ekki 5. 8, 9, 7, 5 í MATLAB. Við erum búin að skilgreina hann. Notið fellið size til þess að ákvarða víddir af fjölda lína og fjölda dálka. Notið fellið lengð til þess að ákvarða fjölda staka í A og byltið fylkinu A. A-liður hafa skilgreina hérna. Ef við kannski gera svona disp. Það sé alveg A-liður. Svo áttum við næst að gera hvað? B-liður. Skulum að byrta þetta hérna. Notið fellið size til að ákvarða víddir, fjölda lína og fjölda dálka. Og við vorum svona að sjá að við getum notað fallið size á mismunandi marga vegu víddir. Size af A. Við getum gert þetta. Satt línur og size af A, þá minnum það bara upp hans hérna. Línur saman sem size af A, 1. Þá fyrir fjölda lína og dálkar. Size af A, 2. En ég persónulega myndi alltaf, að þegar við erum að skoða víddirnar, þá var að fá víddirnar bara í vegur, og það sem við fáum þessu tilviki er við fáum vegur tilbaka. Notum svo fallið lengð til þess að ákvarða fjölda staka í A. Ekki svo bara afrita hérna, Ctrl+C, Ctrl+V, og þetta er C-liður, skulum bara strax henda inn í D. Svo þetta að gera lengð saman sem fjöldi staka saman sem lengd af A. Síðast en ekki síst þá að bylta fylkinu. Ok, það er bara bylti saman sem A-liður og skilgrein fylkið 8, 9, 7, 5. B-liður að það víddir fylkisins er 1 lína og 4 dálkar. C-liður eða fjöldi staka með fallinu lengð 4 og D-liður er A-bylt sem það 8, 9, 7 og 5. Tók fylkið og snýrði. Og ef þetta bara vegur þá einfallega bara verður línuvegurinn að hvað heitir svona vegur sem inniheldur 1 dálkvegur. Akkurat. Svona getum við séð þetta. Hérna voru sótt nota size og nota, þetta eru þriðji valmöguleikinn til þess að nota size, það er að segja röðum stökunum inn í hotklófa. Það getur því, hér eru ekki að búa til fylki eða vegur.
eins og við tölum í fallakaflanum, við erum bara að endurnýta hotklófana, ekki fyrir fylki þessu tilviki, heldur til þess að halda utan um það að fallið size á að gefa jafnmörg úttök og eru inn í hotklófanum, þessu tilviki 2 úttök úr fallinu size. Og ef við óskum eftir 2 úttökum, þá fáum við fjöldi lína í fyrra stakið og fjöldi dálka í seinna stakið. Og það getur þessu falli lengð A, kannski bara áhuga spurning, bara hvað myndi gerast ef við segjum lengð af A, ef A er fylki sem er ekki vigur. Skulum bara aðeins skoða það, ef við búum til fylki, skulum bara gera clear, CLC, ef við búum til fylki, köllum það bara B, búum til eitthvað annað og gerum randi hérna. Og skulum fá bara stærstutölu sem 20, skiptir ekki allavega máli, og við ætlum að fá, ég var að segja 3,5 fylki. 3 línur og 1, 2, 3, 4, 5 dálkar. Og stærsta talan er 20 og minnsta talan er 1. Ok, hvað gerir lengð af A, lengð af B, við erum sko að fylgi B. Ef kannski gerum bara skriftu hérna, það er kannski bara þægilega. Og skulum bara afræta þetta hér. Þetta er sviga hérna. Og hverju eigum við von á ef við gerum lengð af B? Áðan fengum við fjöldi staka, en nú erum við fylki. Nú fáum töluna 5. Við fengum áðan fjölda staka af því það var vegur, þá fengum við sett fjölda dálka í fylkinu, sem voru 4. Hérna. Þetta er þessi 4, þannig að lengð af A gaf okkur 4 hérna í þessu tilviki, fjöldi staka sem 4. En hér sjáum við að stökkin sem eru 3 sinnum 5 eða 15, þau eru ekki 5. En það sem lengð af A gefur okkur er í þessu tilviki fjöldi dálka. Þá getum við jafnvel komið til A gefur lengð af B okkur alltaf fjöldi dálka. Nei, það er nefnilega ekki rétt heldur. Þegar við gerum hérna B-bild og gerum lengð af B-bild, þá fáum við líka 5. Svo, við setjum B-bild hérna. B-bild, þetta er svona að það er með 3 dálka, en fáum aftur 5, þannig að fáum aftur þá tölu sem er stærri. Þannig að talan sem við fáum úr lengð fallinu, ef við beitum því á fylki, er að við fáum alltaf stærri töluna. Þannig að það getur verið talið ef maður veit kannski ykkur gagnasafni, vil vita hversu margar línur ég með, oftast fæði maður dálkana eitthvað mismunandi heiti og línurnar er þá fjöldi gagna sem við höfum. Ég hef unnið með gagnasafn þar sem voru fleiri dálkar heldur en gildi sem er náðist að safna. Og þá ef maður myndi gera lengð í því samhengi, þá fáum við fjöldi dálkar sem er ekki þessum áhuga í því samhengi. Við höfum áhuga að vita fjöldi lína í því. Þá myndum við kannski nota size og stilla. Ok, ég ætla að fá size, A eða gögn eða hvað það er, 1. Það fæ ég örugglega fjöldi gagna sem við með. En þess vegna finnst mér oft gott bara að nota bara size, nema ég veit nákvæmlega hvað ég er að gera og hverju ég von á með lengð. En segjum þetta gott í bili. Takk fyrir.